Аваннаамиоqatigit nulaarsiassaat ааллартиппут уллумиккут калааллит нулаата иллоqarfit pingaarnersaannit nuummiit ааллакаатитсаагут ааллакаатитсаарниссагут культууримик имақарнерусассаппут нунарпут ислааннилу сулеқатигалугит ааллакаатитассиат сулиаринеқартассаппут исигиннаарлуарис Hér í Sveinsbæ í Eyjafjarðarsveit sannkölluð töfraveröld jólanna. Þetta byrjaði allt hér í litla jólagarðinum fyrir 20 árum síðan, en síðan þá hefur ýmislegt gerst. Flestir Íslendingar þekkja jólagarðinn sem löngu orðinn einn af vinsælli ferðamannastöðum á svæðinu. Jólagarðurinn opnaði árið 1996 og hugmyndasmiðirnir eru hjónin Benedikt Gretarsson og Ragnheiður Hreiðarsdóttir. En hvernig var þessi hugmynd til? Hún nú orðin 20 ára gömul og aðeins meira en það og þetta var nú Í seinni tíð þetta hugdetta okkar hjóna seint að kveldi og fyrst átti þetta nú að vera, svona starf fyrir konuna og börnin og ég ætlaði nú bara að halda áfram mínu kokkastúsi en svo liðu árin og þetta var bara orðið of mikið fyrir konuna og börnin þannig að ég kom inn í þetta líka. Svona 4. árið þá koma Akureyringarnir mjög sterkir inn. Það tók okkur svona það bil 4 ár að fá þá með okkur í lið. Og svo þegar við erum að verða svona 6 ára, þá þetta orðið í raun og veru of lítið. Og ef við ætluðum að halda þessu áfram, þá urðum við að gera breytingar. Og við töldum okkur hafa búið til ímynd af jólagarðinum að það væri lítið hús út í sveit. Þessi hugmynd, hún nú svolítið sérstök. Já, fólk var þegar við vorum að byrja, þá gerðu nú sveitungar mínir mjög grín að mér þegar ég var að byggja húsið vegna þess að gluggarnir, þeir eru neðarlega. Og það í raun og veru öfug hlutföll. Það sem fyrir neðan gluggarnir yfirleitt fyrir ofan á og svo öfugt. Þannig að þeir héldu að ég hefði snúið teikningum á hvolf. Þannig að það var mikið gert grín að þessu. En hugmyndin var sem sagt svo að börnin, þau sæju inn og þau sæju út. Vegna þess að yfirleitt eru gluggar svo hátt upp á veggjum að börn sjá hvorki inn eða út. Þegar kjallarinn var byggður þrefaldaðist verslunarrýmið en eftir 7 ár var litla húsið orðið allt of lítið enda bæði heimamenn og ferðamenn duglegir að heimsækja jólagarðinn. Og þá var bara veggur hér yfir og gluggi hér út þannig að það var bara, þá horfður bara út í garðinn. Og hér var stundum svo þröngt að þegar fólk kom þá gat það ekki farið nema eina leið. Það var farið hér og það var labbað hringinn og ef þú varst eitthvað að drolla þá var bara kominn þrýstingur á að halda áfram. Það var bara einstefna? Það var bara einstefna. Já, en það þurfti umferðarreglur hérna? Já, það þurfti umferðarreglur. Þegar við opnum niður þá raun og veru breytist allt. Þú sér ekki út, þú heyrir ekki veðrinu, hér ertu bara algjörlega með sjálfum þér og þú getur gleymt þér hérna algjörlega. Og svo þegar þú kemur upp og þú ert inn á sumarlagi og þá skilur ekkert í af hverju að það ekki snjór úti. Hugmyndin var svona eins og pínu eldhús, svo pínu eins og stofa. Hér ertu pínu eins og úti og hún Grýla, kettlingin, hún var að grafa sig hérna niður úr fjallinu og hún vissi ekki af hvernig hún var bara komin hér inn í kjallarann. Já, hún föst hérna inn í kjallarann? Já, hún föst hérna í fjallinu og hrundi þetta grótinn og það margir sem ekkert rosalega hrifnir sko. Og þá sitja þeir bara uppi á svæðinu og segist alltaf að bíða. Já. Það ekki hver sem sem þorir í Grýlu? Nei, enda ef maður hefur verið óþægur þá náttúrulega alveg ástæðulaust að vera að reyna að storka örlögunum. Já. Og þetta erum við að presentera sem okkar stolt Íslendinga. Náttúrulega ekki að tökumanninum. Það jólabragð af þessu. Já, það bara jólabragð af þessu sko. Og fyrir okkur þá þetta bara, jólin og lyktin og svona. Í jólagarðinum áhersla á íslenska þjóðtrú, jólasveinana, foreldra þeirra þau Grýlu og Leppalúða og fleira. En þar má einnig finna margt annað því vörurnar koma frá 17 löndum.
Í Sveinsbæ einnig bakgarður Tante Grete sem skandinavísk gjafavöruverslun, heimsins stærsta jóladagatal og eplakofinn þar sem meðal annars hægt að kaupa vöfflur og heitt kakó. En hvernig bregst fólk við þegar það kemur í Sveinsbæ? Fyrst, þá voru margir voðalega svona og eitthvað svona ekki fannst þetta ekki sniðugt og svona. En í dag er held ég ekki margir sem fussa eða sveigja. Sumir eru, ég segi bara fastagestir og mann þykir náttúrulega gríðarlega vænt þá gesti vegna þess að þeir koma reglulega. Þó þeir kannski versla ekkert alltaf í hverri ferð en þá koma þeir og þeir fylgjast með hvað er í gangi og þeir fara heim og segja frá og erlendi gestir, þeir sumir segja bara hvernig við gerum þetta hérna einhvers staðar út í einskismannslandi sko. Þeim finnst við vera norðar en allt og skilja ekki hvernig við erum að gera þetta hérna út í sveit en ekki inn í borg eða bæ. Nú eru þið fjölskyldan búin að vera hér umkringd jólunum í 20 ár. Hvernig eru þá ykkar jól? Sko ég næstu spurður að þessu á hverjum einasta degi yfir sumarið. Það er að segja þegar ég stend inn á vaktina. Og jólin okkar eru upp á háalofti og það er eina sem kannski hefur gerst á þessum árum sem liðin eru síðan við byrjuðum að tíminn fyrir okkar jól er bara minni. Nummi oppiup ikinnera tagusaqarfiilaassavarbut. Kadallit nunaanni iteqquuvoq aivintit sapaataa sassiullianni sapaassuarmi orpiit ulloriassallu ikinneqartarnerat illuqarfinni nunaqarfinnilu tamani inuppassuillu ullortaanna ataatimualarfigisarpaat ullorsiorfigatugu sapaassuarmi pilluatte nuummi orpiup ikinneqarnerani juulimaa nulianilu orpimmik ikittiartorlutik tikissimorput Nami yurimanga kuartata ikumarpasingni daqaapikkuhaa nulianilu naatakuani siaqqulleeqartalla qummukaqqupallariarsingit ayuku qiteriarutta yulimaap angakkuataataataanna ikissinnaangussuarput Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, I don't mind the storm. Bring your coats and hats, you lukewarm cats. I've got my horn to keep me warm. Jingle, 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 jingle. Ikitsingo, atango, in. Nangakwarta ikinniaruk. 1, 2, 3, nu! Kuartungut taava taanna atorlungu orpi ikissinnaangorparput piaqarpisi tallimani ammukisitsissuungut 5 4 3 2 1 nu assa kusana Juuliinua nuliadu ikiorasiuk oppimmi ikittinissamut nuanne meerarparpassuit isigadus maangaanniit pilluammermartoruissuuvoq isisisoorlu ulloriaaqqat uisoritasut singorsimallusi taava taamaalillu tapaasivarput juulliliivissoq nuanne taava juullimut tamassi pilluaqqorerusuppassi Ilissinnut paarilluarumaarpusi anaanakkusi ittukkut ningiukkut tamassi aamma juullim pilluaruissuaritsi huyanaruissuaq ualeqmannamut nuannersumut juullimi
Массаккуллу юуллилернерани ислааннермиут нерисарисартагаанник такусақалаариарта. Það að mörg að huga á þessum tíma árs. Hún Kristín í Hvalfjarðarsveit stendur hangikjötsvaktina og pæklar og reykir af mikilli prýði. Við fengum hana til að fara aðeins yfir ferlið með okkur. Þú fær kjötið bara ferskt til þín? Ég fæ það ferskt, yfirleitt ófrosið, sem mjög þægilegt, bara svo ég þurfi ekki að bíða. Hvað í pæklinum? Þetta nítritsalt sem kallað sem náttúrulega, sem sérvalið kjötsalt. Já. Og sykur. Og vatn. Já. Voðalega verður hérna fitan hvít, voru það hvít? Já, verður svona hvít. Hreinsast bara í... Já, verður svona hvít í fínir ínu. Meðhöndlar það eitthvað áður en að fyrir hérna núni? Nei, ekki neitt. Það fer einfallega bara beint frá þeim sem kemur með það. Þeir búin að merkja vikta, beint í pækil. Og ég verð að skrifa því maður á ekki að reyna að muna neitt, svo að sé rétta daga. Já. Og það svona vænt læri, þarf að vera 8 daga. Hún í pæklinum. Skerðu eitthvað í það? Ef þau eru svona þykk, þá skorið í það. Aðeins tekið hérna í því? Aðeins inn að beini. Þannig að þetta nái. Já. Og markmiðið að pækillin nái alveg? Alveg innúr. Já. Það aðalatrið. Og í rauninni pækillin meira atrið en reykurinn. Já. Því ef það mislukkast pækill, að þá reykurinn gerir ekkert. Sko, hann bætir það ekki. Sko, hvað það sem stórt með ferskt kjöt, svo fer það í pækilinn, það sem er sykur og þetta salt sem það fer í gegn. Hvað það sem að það gerir fyrir reykinn? Það ver kjötið, því að kjötið myndi úldna í velgjunni í reyknum. Hvort Það ekki hægt að reykja neitt nema að sé sett í það salt. Hvernig byrjaði þetta? Þetta byrjaði nú bara sem tilraun fyrir svona, það var 1970. Það var smá bárjátskýli uppistandandi og mér langaði að prófa hvort ég geti reykt mitt eigið kjöt. Og það tókst. Og þótti gott og þetta fréttist. Sko, ég tel að mér hafi tekist þetta vel því að annars myndi fólki ekki koma aftur. Já. Og það kemur ár eftir ár. En það gríðarlega reynsla fólkinni, hvað sagði 1970? Já. Hvað ertu komið 40? Það komið að tók í 50 ár. Já. Það ansið mörg hérna, það mikið reynsla sem liggur á baki. Og ég hafði ekki til dæmis pækilmæli átti ég ekki lengi vel. Nei. En þetta allt svona óeðlega fínt. Já, til þess að mæla styrkleikan á pæklinum. Já, það náttúrulega... Já, ég átti það ekki. Þannig að þú bara farið eftir tilfinningunni í því. Já, algjörlega. En þegar þetta búið að vera hér í 6-8 daga eða eitthvað, þá gerum við það. Og af því að þetta mikið, þá get ég ekkert beðið eftir að síja af því. Bara fer með að beint í kassa, keyrið upp í kofa. En svo að aukast að fólk biður tvíreykt. Þá hef ég það 12 daga til 14. Tvíreykt í rauninni bara lengri tíma. Það lengri tíma til að þorna og hanga upp í reykkofanum. Tvöfaldur tími. En svo bara aðalatriðið hengingin á eftir. Svokölluð tvíreykta hangikjöti. Það að hafa geymslu til að geta látið það hanga. Þá virkar það. Gerist eitthvað í kjötinu þá? Ef það hangir uppi í... Þá þornar það. Auðvitað situr þá eftir saltið og svolítið meiri sterkja reyknum. Þá verður það svona rosalega gott. Og þetta mesta vertíði núna svona þegar jólinn fara að nálgast? Já. Ég tek út nóvember, tek á móti, af því að þá ætla ég að reyna að vera búin að skila af mér miðjan des. Reykurinn í kofanum, hvað ertu með þar? Hvað ertu að brenna og hvernig? Það tað og birki. Og ekki, hvað sagður að kjötið lengi inni í ofnunum? Í reykofnunum? Já, í kofanum. Í kofanum? Það svona stór stykki, svona 8 daga. Já. 8 til 10 daga. Og þú kveikir ekki, þetta ekki bara kveikt undir á fyrsta degi og slökkt á 8. Þetta eitthvað húst þar? Nei, ég kveiki á hverju degi. Og ég passa mig að hafa það ekki meira brenni en það að ég komist inn til að kveiki á hverju degi af því að ég þarf í svona rútínu að þá þarf alltaf að vera að setja inn, kannski annað hver dag, inn kjöt og
og taka niður sem að orðið reykt. Og það aldrei partí sem inni akkurat í hálfa mánuð eða... Já, ég skil. Já, þú ert að eiga við það. Já, alltaf. Já, auðvitað. Ég hafði það svolítið fyrst að þá reykti ég frá sjálfri mér læri og til að pröfa skar það svo upp og hafði það til að leyfa fólki að smakka rátt og til að sannfæra að þetta var allt í lagi, alveg raukt inn að beini. Akkurat það sem ég ætla að spyrja, ekki galdurinn við góðan pækila, þá ertu með kjötið alveg rautt inn að... Alveg inn að beini. Já, annars verður það grátt, það raun ekkert að því? Nei, það verður grátt, sko. Já. Jú, maður borðar allt, en þannig ekki sparimatur. Það einn stór munur sem að ég hef tekið eftir í gegnum áratugina. Lömbin eru orðin svo væn. Það stór munur. Greinilega ræktin bara allstaðar orðin mikið betri, vöðvarnir þykkari og bara fallegra kjöt, frampartarnir þéttari og þá þarf maður pínlítið að skera undir bó. Já, til þess að ná inn. Aðeins inn að beini, öryggisvegna. En það mikið betri lömpu á bæjónum, ég sé það. Kalaallit nunanni ileqqorivarput nunattappissaritaannik assuutiqartarluta. Massakkut sisimiunik kalaallisuuliarnermik ilinniarfik alakalaariartigu. Sisimiunik kalaallisuuliarnermik ilinniarfimmi ilinniartut oktuupaap qaamataani siorassaminnik apittartinneqarput тассанилу аванерсуармиоқ арнақ тагуарпут пиареерсартоқ китсеривунга уунга авиттассани ааюку уани наммина иккуссуккакка тассунга уунга нууттуссат ааюку уани қалипаатиссартай тасса уанга наммина кунуппакка арлақарпу қалипаатис таллимат такитсеруйорпакка таамааттуарангуани сиораасуссаагами укусиоққат авитта qana piisaan qertarsaarperuartornikuunga piniartukkummiullunga 1963-simi inuunikuunga iuli aallaqqaataani aanaakkuni peruartornikuunga allutaasarnikuuakka piniartu atissaan suliaralugi assuutissa apersortinnissamuimalunni kalaallis uagu arnatun taasartakkavu taavalu nannun taasartakkavu immaa ilissi qantaasarnerpasi teriannissat suliarasarnikullu taatuttu ami taavalu latsit ami ukulu ussuit atungiassatu suliarasarlutigit makku siullermi naluakka suliarnissa avittarnikujui qanu pisarnersu qanu misuttisarnersu takorlungisaannarnikuuara qalipaat misut isumaqarluma misutaasu sunaafa qalipata taamaallat tunguyorsia nalunginnakku misussallugu allaaneruneri tupallaatigivakka sisimiuni kalaallisuuliarnermi kiliniarfimmut qinnutiqartartut hunnerut missaanittarput ukiut marlukkaarlugit nutaat aallartittarput sorlumakku anissitseriarlugi assigiingitsut тассани аниоққартиттарпагу сулиагу тассунга туттуссат сиорасsanullu таавалу қулиссат санасарпагу ассигингитсукку таани санаартортарпагу санаартортарсимаппу таава санаарторнери тамакку имааннаангилаарпу сулиаруйуппу таапулатиккиарторнерани пулаярторнерми иликкариарторнерани naa sunaffa taammatut taamanna pinarluni tass kileqinagama una qaqorto issunerulaarma uumingas nuuvilaarlunga una kipivara una sinaaniimma misillerfigiakku avittarlunga avittaq teqqaarninni kilernikuugama нааллиақаангаап калаалсисууник тамматсаалиоқатаарусуннеқ ааматунгавигалугу илинниарусулерсимавоқ
тасса нерсортарту таммагаартуами таава таммагаарторна илутееру атисатта калааллит ассоқангиннами нунарсуармилаа кусанарлутиллу ингамма аванерсуармиу атисаат ангусиссагума 2017 December 5 наммассиссуугут нуумми эққумитулиорнэрмик катерсугаасивик калааллит нунаанни эққумитулиорнэрмик катерсугаасивит марлуусут аннерсараат эққумитулиорнэрмиллу катерсугаасивик тунниуссаавоқ Свен аама Helena юнгимит иллутаалу 700 квадратметериувоқ эққумитулиаллу саққуммерсиннеқартут калааллит нунааннут тунгасууппут илисимасассарсиорнэрми қалипаннеқарсимасут эққумитулиат қангарнитсат такуниарнеқарсинааллутик иллуллу илаа инеруиссуа qaamаллуартоқ 150 kvadratmeteriusоқ эққумитсулиат нутааюнерусунут такуниавигинеқарсинааллуни. Vi forsøger at skabe udstillinger som på en сиунниуппарпут аннертунерусумик нунарпут малуннартиннерунissaa катерсугаасивитсинни писариақангилар калааллит эққумитсулиортуиннаат саққуммерситсинissaат ислааннэрмиут савалиммиормиут эққумитсулиортуи аама саққуммерситсисиннааппут эққумитсулиаат калааллит нунааннут аттуммассутеқаруник аттавеқатигиинниккуллуунниит атассутеқарпата саққуммерситсисиннааппут. Men det skal være kunst, der på en eller anden måde kan relatere til Grønland, eller på en eller anden måde kan have noget med det at gøre. Og så har vi for nylig fået skabt et refugium, hvor der er plads til Inimik beqadeqqammerpugut eqqumitsuliortut nunni avannarlerneersut suliaqaatigalutik inagisinnaasaanik neriutigivarput eqqumitsuliatsinnik afitseqatigiinnerulernissarput. Så vi håber også, at vi kan lave mere udveksling af kunst på tværs. Vi har ikke haft, i den tid jeg har været her, har vi ikke haft islandske kunstnere. Biffisami maaninninni islaannermiunik saqqummersittisoqarnikuungila qanittumi savadimmiormiut eqqumitsuliornermik katersugaasiviat isumaqatigissuteqarfigivarput maani saqqummersitatta ilai taakani saqqummersinneqassasut neriuppungalu savadimmiormiut saqqummersitaasa ilai aama maani takutissinnaassalluti. Som skal overtage nogle af de udstillinger vi har haft her hos dem, og så håber vi at vi kan overtage nogle udstillinger for dem også. уллуни маккунани нуккунсмасиуммими эққумитсулиат эққумитсулиортуник арлалиннит кусанартулиат алаккарнеқарсинааппут тассани саққуммерситсисуппут эққумитсулиортут пеқатигиффианни кимимми илаасортат аттиннит кимик тассаавоқ эққумитсулиортут пеқатигиффиат 22-ник илаасорталик кимик укиутсуивит матума сиорна пилерсиннеқарпоқ саққуммерситсинермуллу ататиллугу наллиутторсиорнерми атуаккиаминник нутаамик саққуммерситсиллуни нунатсинни эққумитсулиортутут илинниарсимасут эққумитсулиорнермиллу сулиақартут аллат 1995-сими катерсууппут тассанилу кимик пилерсиннеқарпоқ эққумитсулиортуллу марлунник агуниагақарпут аттавеқатигинник пилерситсиниссақ аама эққумитсулиортут сулиаанник укиумортумик саққуммерситсаарниссақ саққуммерситат януарип аттаниата тунгаанут алаккарнеқарсинааппут тассалу калааллитнуанит ааллагаатитсинерпут тамаанга киллеқарпоқ туллиани ислааннэрмиут ааллагаатитсиумарпут аюнгинниариси